Lífið á hraðferð og upplýsingar streyma okkur úr öllum áttum. Síminn okkar alltaf að kalla. Það auðvelt að finna fyrir yfirþyrmandi tilfinningu í öllu þessu amstri. Það eru alltaf væntingar að við séum alltaf tiltæk. Vinna fylgir okkur hvert sem við förum. Það erfitt að finna tíma til að slaka á. Jafnvel að finna tíma fyrir sjálfan sig getur verið erfitt. Í þessum önnum kafna heims auðvelt að villast, finna fyrir kvíða og streitu. Við þráum eitthvað betra. Við þráum innri ró. Hvað það væri til leið til að finna hana? Hvað forngrikkir hefur fundið hana? Leið til að finna ró í miðju stormi. Gerist áskrifandi að rásinni okkar og skoðaðu önnur myndbönd. Hér kynnum við stóísmuna. Þessi heimspeki á rætur að rekja til Forngrikklands og hefur verið við lýði í meira en 2000 ár. Stóísmuna snýst ekki bara flóknar kenjar. Hún snýst aðgerðir, hvernig á að lífa góðu lífi. Lífi fullu að dygð og seiglu. Lífi þar sem við finnum innri ró í miðjum stormi. Stóísmuna kennir okkur að einbeita okkur að því sem við ráðum við. Hugsanir okkar, gjörðum okkar og að setja okkur við það sem við ráðum ekki við. Þetta tímalaus heimspeki sem viðeigandi í dag meira en nokkru sinni fyrr. Förum aftur í tíman til hjartans í Forn-Aþenu í Grikklandi. Ímyndaðu þér fjölmennan markað, fólk að þvælast og líflegar umræður í gangi. Hér, í miðri þessari líflegu grískri borg, fættist heimspeki stóumanna. Zenon frá Kitium stofnaði hana 300 f.Tr. og stóuspekin öðlaðist fljótt mikla útbreiðslu. Stóuspekin bauð upp á verklegt viðhorf til lífsins, þar sem áhersla var lögð á mikilvægi sjálfstjórnar og skynsemi. Ólíkt öðrum heimspeki var stóuspekin samofinn daglegu lífi. Hún veitti leiðsögn fyrir venjulegt fólk sem glímdi við áskoranir lífsins. Stóuspekin snerist ekki bara þekkingu, heldur lífstíl. Lífstíl sem einkennist af hugrekki, visku og innri ró. Við skulum tala rómverska keisaran, Marcus Aurelius. Þó hann hafi stjórnað miklu veldi og farið í gegnum margar styrjaldir, þá fann hann hugarró í heimspeki stóumanna. Persónulegar hugleiðingar hans, sem nú þekktar sem hugleiðingar, kenna okkur hvernig á að takast á við erfiðleika, hvernig á að stjórna hugsunum okkar og hvernig á að lífa síðferðislegu lífi. Svo það Seneca, heimspekingur og stjórnmálamaður. Í bréfum sínum og rítum fjallaði hann síðferði, sorg og leitina góðu lífi. Að lokum það Epictetus, sem hóf líf sitt sem þræll, en var þekktur stóuspekingur. Kenningar hans leggja áherslu á sjálfstjórn, að setja sig við veruleikan og að öðlast innri fríð. Þrátt fyrir að þessir stóuspekingar hafi lífað fyrir 2000 árum, minna hugmyndir þeirra okkur enn á það hvað það þýðir að vera manneskja. Orð þeirra hafa ómað í gegnum aldirnar. Þeir glímdu við erfiðleika, svo sem missi, ótta og leita tilgangi lífsins, sem enn viðfangsefni okkar í dag. Viska þeirra tímalaus. Í heimi sem fullur af hávaða og óvissu, stóuspekin eins og leiðarljós í myrkrinu. Hún minnir okkur á að við höfum meiri stjórn á hlutum en við höldum. Við getum haft stjórn á hugsunum okkar, viðbrögðum okkar og að lokum getum við fundið innri ró. Það stærsta gjöfin sem stóuspekin gefur okkur. Já. Ímyndið ykkur að við förum til ársins 2025. Tækni alls staðar. Símanir okkar trufla okkur stöðugt með tilkynningum og samfélagsmiðlanir alltaf að keppast athygli okkar. Fréttir, skoðanir, jafnvel auglýsingar. Við lífum í flóði upplýsinga. Það erfitt að sleppa frá þessum stafræna hávaða. Tölvuöldin hefur gefið okkur margt, en hún hefur einnig skapað nýjar áskoranir. Við berum okkur saman við aðra og finnum fyrir vanmætti, kvíða og einsemd. Við þráum innri ró, en flýjum aftur í símana okkar. Við leitumst eftir tengingu við aðra, en sjáum aðeins fullkomnar myndir af öðrum, og það gerir okkur enn tómlegri. Sjáðu hvernig heimurinn hefur breyst. Loftslagsbreytingar, pólitísk átök, efnahagsleg óvissa. Það erfitt að fylgjast með. Það auðvelt að festast í þessum vandamálum og finnast maður hjálparvana. Ótti við framtíðina getur auðveldlega ná tökum á okkur. Við hlustum á fréttirnar, leitum að svörum og öryggi, en við finnum aðeins meiri kvíða og óvissu. Á þessum óvissutíðum, bæði hjá einstaklingum og heiminum, þarf áttavita, leiðtoga til að leiða okkur út úr þessu óveðri og sýna okkur rétta leiðina. Stoísisma, leiða skýrleika. Jafnvel í dag leitum við enn þýðingar í stoísisma.
Stoísisma gefur okkur ramma til að takast á við áskoranir 20. aldarinnar. Það minnir okkur á að við getum ekki stjórna öllu sem gerist. Hlutabréfamarkaðurinn, veðrið, hvað öðrum finnst. Þetta er allt utan okkar stjórn. Við getum aðeins stjórnað viðbrögðum okkar. Við getum valið hvernig við breiðumst við áskorunum. Við getum einbætt okkur að því sem við höfum áhrif á. Hugsunum okkar, gjörðum okkar, persónuleika okkar. Í þessum heimi sem er fulltur af truflunum og óvissu, sýnir stoísisma okkur leiðina að skýrleika seglu og innri fríði. Stoísisma gefur okkur styrk til að finna ró jafnvel á erfiðum tímum. Nú, skulum við tala tvíhyggju stjórnunar. Ímyndaðu þér að þú sért fastur í umferðarteppu í bílnum þínum. Síminn þinn er að verða rafmagnslaus og þú ert áhyggjufullur að þú verðir sein á mikilvægan fund. Stoísku heimspekingarnir sögðu: stoppaðu andartak og skoðaðu aðstæður. Geturðu stjórnað umferðinni? Nei, þú getur ekki heldur stjórnað því hvenær síminn þinn klárast. En þú getur stjórnað því hvernig þú bregst við. Þetta er tvíhyggja stjórnunar. Einbætið þér að því sem þú getur haft áhrif á, hugsanir þínar og gjörðir. Sættið ykkur við það sem þið getið ekki breytt. Þetta fyrsta skrefið í átt að innri ró. Þetta þýðir ekki að þú getur ekki gert neitt. Það þýðir að þú velur bardaga þína skynsamlega. Beindu orku þinni að því sem þú getur breytt og slepptu tökunum á því sem þú getur ekki. Það er sanna frelsið. Ha! Krakkar! Í dag ætlum við að tala kraft þakklætis. Í þessum hraða heim vilja allir alltaf meira og meira. Stærra hús, betra starf, fullkomna Instagram síðu. Oft gleymum við að vera þakklátt fyrir það sem við höfum nú þegar. Steikjumenn töluðu alltaf mikilvægi þakklætis. Þeir trúðu því að þegar við vöknum á morgnana, ættum við að taka okkur stund til að meta hlutina í kringum okkur. Eins og hlýtt rúm, öruggt hús sem heldur regninu og vindinum úti, eða heitan kaffibolla. Þakklæti breytir því hvernig við hugsum og hvernig við sjáum heiminn. Jafnvel í erfiðleikum hjálpar þakklæti okkur að sjá fegurð lífsins. Viltu vera laus við streitu og áhyggjur? Byrjaðu að æfa þakklæti. Hvað með að skrifa niður 3 hluti sem þú ert þakklátur fyrir á hverju kvöldi. Þú munt sjá hversu gott þakklæti er fyrir líf þitt. Í stoísisma er æfing sem kallast premeditatio malorum. Það hljómar kannski hræðilega í fyrstu, eða ekki? Það þýðir einfaldlega að hugsa erfiðleika sem gætu komið upp í framtíðinni. Segjum sem svo að þú þurfir að halda mikilvæga kynningu. Hvað gæti farið úrskeiðis? Skjávarpinn gæti bílað. Þú gæti gleymt mikilvægu atriði. Við verðum að vera viðbúin. Hafðu alltaf varaplan. Þegar við hugsum erfiðleika sem við höfum staðið frammi fyrir áður, þá styrkjumst við. Ef eitthvað kemur upp á, þá höfum við þegar hugsað málið og verðum ekki gripin af ótta. Þetta snýst ekki að vera neikvæður, heldur að vera undirbúin. Þetta snýst að taka á móti framtíðinni með ró og vera tilbúin fyrir hvað sem er. Við lífum í heimi sem er stútfullur af truflunum. Sífellt berast tilkynningar og verkefnalistanir okkar verða sífellt lengri. Í öllu þessu amstri er auðvelt að finna fyrir streitu og kvíða. Þess vegna kennir stoísmi okkur að finna ró í miðri ringulreiðinni. Það er tími til að slökkva á öllu og gefa okkur sjálfum tíma. Byrjaðu að því að lífa í þessari stund. Farðu í göngutúr í náttúrunni, gerðu smá hugleiðslu eða njótu þess að drekka heitan tebolla. Findu það sem veitir þér innri ró og gerðu það að vana. Í rólegheitunum skast hugurinn og við finnum innri styrk. Skapaðu rými þar sem fríður og ró ráða ríkjum og látu sanna hamingju blómgast. Þetta er krafturinn sem býr í þessari stund. Kannski eru þið að hugsa, er stoísismi ekki úreltur? Hvernig á þetta við nútímann? Er hægt að nota þessi gömlu ráð í okkar streituvalla lífi? Já, algjörlega. Það eru til mörg dæmi. Margt velmegandi fólk segir að stoísismi hafi gefið þeim þann andlegan styrk og þá skýrleika sem þurfti til að ná árangri. Eitt dæmi er Tim Ferriss. Sem frumkvöðul, rithöfundur og hlaðvarpsstjórnandi er hann talinn vera stoísisti. Hann segir að stoísismi hafi hjálpað honum að leysa vandamál, ná stjórn á hugsunum sínum og einbæta sér að því sem máli skiptir. Í bók sinni Tools of Titans útskýrir Tim Ferriss hvernig hann notar stoískar hugmyndir í daglegu lífi sínu og hvernig hann lifir frjálsu og innihaldsríku lífi. Þetta er lífandi dæmi að stoísismi er ekki bara gömul fræði, heldur líka leiðarvísir að hamingjusömu og gefandi lífi í nútímanum. Við ætlum að kynnast Ryan Holiday. Hann er farsæl rithöfundur, þekktur fyrir bækur eins og The Obstacle is the Way og Ego is the Enemy.
Holiday kynntist stóisma á tvítugsaldri og hann trúir því að þessi heimspeki hafi gjörbreytt lífi hans. Með verkum sínum hefur hann gert stóisma aðgengilegri og auðveldari í skilningi fyrir nútíma fólk. Hann lifir lífinu samkvæmt stóískri heimspeki, hvort sem það í vinnunni, samskiptum, persónulegum vexti eða öðrum sviðum lífsins. Það sem Holiday leggur áherslu á að við ættum að sjá erfiðleika sem tækifæri. Hann segir að erfiðleikar séu hluti af lífinu, en við ættum að líta á þá sem þrep til vaxtar og þroska. Þetta bara 2 dæmi fólk sem hefur náð árangri og hamingju með því að sækja innblástur í visku stóismanna. Þau hafa komist að því að meginreglur þessarar fornu heimspeki sem skrifaðar voru fyrir þúsundum ára enn viðeigandi og öflug í dag. Það ekki bara viðskiptamenn eða farsælt fólk sem stóikistar. Þessi heimspeki fyrir alla, sama hvaðan þú kemur, hvað þú vinnur við eða hvað þú trúir á. Þú gætir verið námsmaður að læra fyrir próf, foreldri, að reyna að finna jafnvægi milli vinnu og fjölskyldu eða bara þreyttur á amstri lífsins. Í stóikisma finnum við mörg verkfæri sem geta hjálpað okkur að finna innfrið og tilgang í lífinu. Það snýst að taka ábyrgð á eigin hugsunum og gjörðum, að finna hamingju í núinu, að takast á við áskoranir með hugrekki og jákvæðni. Í heimi sem getur oft virst óstöðugur og óviss, sýnir stóikismi leiðina að innri ró, skýrleika og lífsfyllingu. Þetta heimspeki sem getur gefið þér afl til að lífa þínu besta lífi, sama hvaða hindranir verða á vegi þínum. Hvað sem á dínur, eins, og við sjáum, þá stóikismin ekki einhver úrelt hugmyndafræði sem liggur í ríki á milli bókasíðna. Þetta lífstíl, venja sem jafn viðeigandi árið 2025 og hún var á tímum Rómaveldis. Stóikismin veitir okkur verkfæri til að takast á við áskoranir nútímans. Ímyndaðu þér að þú standir frammi fyrir erfiðri ákvörðun, þar sem óvissan virðist jakka þig. Í stað þess að örvenda, stoppaðu og taktu djúpt andan. Mundu eftir einu af meginreglum stóikismansins. Stjórn. Einbeitu þér að því sem þú getur haft áhrif á, gjörðir þínar og viðbrögð. Þetta stóikismin í verki. Ímyndaðu þér að þú sért að skrúna í gegnum samfélagsmiðla, umkringdur myndum af fullkomnu lífi annarra. Þú byrjar að finna fyrir öfund og vanlíðan. En mundu þá eftir annarri reglu stóikismansins, þakklæti. Með því að einbeita þér að því góða í þínu eigin lífi, finnur þú hamingju á þessari stundu. Þetta kraftur stóikismansins. Ímyndaðu þér að þú lendir í óvæntri hindrun, áætlunum þínum steypt í vitleysu. Í stað þess að örvenda, mundu þá eftir kenningum stóikismansins, vertu tilbúin fyrir óvissuna. Þar sem þú undirbúin í hugsun fyrir erfiðleikum, mundu geta aðlagað þeim og sigrast á þeim. Þetta kjarninn í stóikismanninum. Það sem gerir stóisma svo aðlaðandi einfaldleikin, sem gerir hann aðgengilegan öllum. Þú þarft ekki sérstök föt eða búnað. Það eina sem þarf að vera meðvitaður hugsanir þínar og gjörðir. Stóisma ferðalag sjálfskoðunar, þar sem þú styrkir innri styrk og þrautseigju. Þetta þýðir að við sjáum erfiðleika sem tækifæri til að læra, sættum okkur við það sem við ráðum ekki við og einbeitum okkur að því að lífa siðferðislegu lífi. Jafnvel í amstri dagsins í dag hægt að finna ró og ánægju. Trúðu mér, þetta ferðalag þess virði. Fylgdu fordæmi stóimanna. Nýttu hverjar stundar og vertu þakklátur. Horfðu á ótta þinn. Mundu, þú hefur valt til að lífa innihaldsríku og gefandi lífi, sama hvaða hindranir verða á vegi þínum. Þetta hinn varanlega arfleif stóismanna. Heimspeki sem enn viðeigandi öldum síðar sem leiðarvísir fyrir alla sem vilja takast á við áskoranir lífsins með visku, þrautseigju og ró. Ef þér fannst þetta myndband áhugavert, gerist þá áskrifandi að þessari rás. Gefðu því þumal upp og deildu því með vinum þínum.